Og þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn og til mín komin kona og hún hefur tengingu við Hrísey eins og fleiri viðmælendur dagsins, kvöldsins og það hún Áslaug Kristjánsdóttir. Hjartanlega velkomin. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir, má ég kannski segja, ósköp ég nú nervus. Þú þarft sko ekki að vera nervus. Ég veit þú kannt svo margar skemmtilega sögur og mér langaði svo aðeins að forvitnast, kannski bara því að þú tengist Hrísey. Hvernig leiðir í Hrísey? Mjög vel. Það að mörgu leyti besti tíminn í lífi mínu. Já, það virkilega? Já. Já, þá ég sko orðin frísk af langvarandi berklaveiki. Já. Og ég þvældi þarna á milli Kristnes og Reykjalundar. Já. Og þannig ég komin í þá aðstöðu að ég get haft börnin mín. Ég átti dreng á fyrsta árið þegar við flyttum til Hríseyjar. Já. Og það svona eftir langvarandi tíma að ég sé fram á það að ég fái að hafa barnið mitt hjá mér. Hugsa sér. Það lítur að hafa verið erfitt að geta ekki haft barnið sitt hjá sér. Við skulum ekki fara að ræða. Nei. En berklasjúkdómurinn, þú varst svolítið mörg ára að berjast við hann. Já. Já. Það var fyrst eintómar rúmlegur og leiðindi. En að komast á Reykjalund, það var í raun og að komast út í lífið. Já, því þar var svo mikið eitthvað að vera. Nei, eiginlega ekki en við unnum. Já. Og í láturstunni að vinna fyrir okkur, við þurftum að vinna, geta haft heilsu til að vinna 4 tíma á dag. Já. Í 2 fór í uppihaldið. Og hvað þýðir það? 2 fór, já, bara það sem kostaði að vera þar. Svo sem að borga fyrir okkur. 2 tímar, já. Já, það var náttúrulega ekki nóg, en í láturstunni, þá vorum við að vinna fyrir okkur og þvílíkur munur. Já, bara andlega svona að sjá fyrir sér, þannig, já. Já. En svo komu kaflar að maður var sendur tilbaka á Kristnes. Og Oddur Ólafsson, pappans Óla, sem var héraðslæknir hérna lengi á stöðinni. Hann var yfirlæknir og hann sagði þegar hann lofaði mér að fara vestur í Ólafsvík að læra svolítið svo ég geti tekið landspróf. Þá sagði ég verð að lofa þér að fara, þú hefur svo mikið energi en ég hræddur mig fáið aftur. Já. Og það varð. Það varð. En náður að taka landsprófið? Já. Já. Og hvað varstu þá? Þá varstu 30. Já. Og það var beint í húsmæðraskóla 10 ára afmæli. Já, vá, magnað. En í Hrísey bjóstu í einhver tíma? Svo það, ég kem fyrst á Kristnes í mars 52. Já. Og þetta sikksakk aftur og fram og út í lífið stundum. Og líklega í maí-byrjun 1960 komumst við heim. Við Björgvin. Þá ertu búin að vera þarna, hvað séu, 50? Frá 52 til 60. Þetta 8 ár. Og ég var svo sem ekkert laus. Nei. Ég þurfti að mæta upp á Dalvík í blásning og 3 vikna fresti. Já, í þetta loftbrjóst, svo kallað. Já. Og svo kom að því að það tók enda. Já. Og losnaður þá endanum bara alveg við berklana? Já. Hristir nú svona af sér, þó þetta sem erfiður sjúkdómur. Þá hristir maður það af sér og ég var bara frísk manneskja heim í Hrísey. Já. Og við komum þannig í maí-byrjun, þurfum að gista á Akureyri, komum náttúrulega með flugi. Já. Og það var sniðugt að þannig vindáttin að við flugum út yfir Hrísey. Já. Og sáum hana svo vel og inn á velli. Aðeins að heilsa upp á. Já. Já. Gistum hjá fóstursystur á Akureyri og það snjóaði nóttina. Já. Milli 2. og 3. maí 1960. Þetta manstu, vákvað þetta stálminnu. Og Hrísey var svo hvít þegar við komumst þangað heim. Með narfa magra. Var það ferjan? Nei, það var drengurinn okkar, hann var svo magur. Já, ok. Og við sögum að Helgi magri syngdi nú inn í fjörðinn, en Narfi magri kemur í flug. Og þarna bjugguði hvar? Ykkur ár? Já, þau urðu nú bara 19. Já. Í raun og veru. Það allnokkuð. Já. En 20 ár var ég í Hrísey því að
Skömmu eftir ég flutt inn eftir, þá hringt að haustlagi skólanemndin og biður mig endilega að sækja kennarastöðu. Já. Því að það hefði verið þarna ung stúlka stúdent og henni leiði svona illa á eyjunni. Fannst bara alls þar sjór Já. og fór. Þannig að þau voru kennaralaus. Já, og hvernig þeim datt í hug að fara að nota mig í það? Hafðir þú þá ekkert kennt? Nei. Nei. Ég hefði verið prófdómari og þess vegna hafa verið haldið ég vissi eitthvað hvernig þetta ætti að vera. En það var afskaplega gaman og ég skammast mín að segja frá því hvað það var gaman að kenna krökkunum og kunni ekki neitt sjálf. Það hefur þurft góða manneski með stálminni. Og meira að segja, ég vildi ekki kenna handavinnu því ég vissi að það er mér svo erfitt. Já. Allir neyslaðir á því ég gerði það ekki. Já. Vegna þess að það var svo mikil metingur í mæðurunum. Ó, var það að vera fínt stykkið? Já. Þær hefðu verið að skipta sér af og ég neitaði handavinnu. Já. Og staðinn var með sköffuð enska sem ég kunni nú sára lítið í. Og ég sagði krökkunum frá því. Já. Ég kynni ekkert ensku. Nei. Og svo var ég að skrifa á töflu og viljandi stundum vittlust því ég sagði þið verðið að leiðrétta mig þegar ég skrifa stafsett orðin skakt. Já. Og ég veit þau lærðu miklu meira á þessu. Þau voru svo spennt að leiðrétta kennarann. Þau voru að kenna kennarann. Þetta er nú bara ekkert vitlaus aðferð held ég. Já, þannig að þú bættir við auka vetri þarna í að kenna. Já. Og fluttir svo inn á Akureyri. Já. Við vorum flutt sko. Já. Áttum þar hús sem við höfum leigt í 16 ár. Já. Æ, það var nú svona öryggis ástæðin keypt. Og náttúrulega afborganir miklar. Já. En þegar við vorum í Þýsey, þá var hann útibússtjóri og þá skaffaði kaupfélagið okkur íbúð. Já. Sem er uppi yfir þar sem er búð Já. og núna smá herbergislega gisting niðri, þar sem voru skrifstofur. Og að búa lengi í fríu húsnæði, það er ekki gott upp á fjárhaginn senda. Nei. Þá leggur maður ekki fyrir. Já, einmitt. Þannig að þið voru sniðu og keyptu á Akureyri. Já. Það bjargaði nú. Já. Þú sagði mér einu sinni svo skemmtilega sögu þegar þú lást inn á Kristnesi að þið stálust í vaglaskó, manstu? Já. Viltu segja hana aftur? Já, ég veit nú ekki hverjum datta í hug en ekki var það mér. Og ég stóð ekki fyrir þessu, en ég var alltaf eins og hundur í hverju herferð ef eitthvað var að vera. Já. Að þeir hafa staðið fyrir því nafnarnir. Það kom maður austan úr Borgarfirði eystra. Já. Afskaplega huggulegur ungur maður og til hávaxinn. Og hann átti að fara í högningu niður á Akureyri og beið eftir plássi. Já. Og einhvern veginn hafði það komist upp að hann hafði aldrei sér skó. Já. Það var engar hríslur þar austur frá. Nei. Og þetta fannst nú einhverjum alveg ótækt að maðurinn sæi ekki skó ef hann dæi nú í högningunni. Já, því að högning var alveg skelfileg aðgerð sem var bara mjög hæpinn, sko. Það var alveg tvennt til hvort þú kemur lifandi úr því. Já. Og þeir panta leigubíl. Hann mátti ekki koma heim að hæli. Nei. Við gengum út á Konuklöpp. Já. Veistu ekki hvar hún er? Ég þarf að láta benda mér betur á hún. Ég held hún hafi sprungið kannski þegar það var verið að leggja veg þarna fram. Nei, hún er þarna ennþá. Hún stendur dálítið ofan við veginn. Já. Og það áin féll ekki að henni þegar þetta var. Heldur var svona blautt eins og stararpollar. Mýri, já. Og vegurinn upp á Konuklöpp. Akkúrat, jú, ég held ég veit hvað það er. Gamli vegurinn upp á klöppinni. Og sennilega hefur einhver kona hent sér þannig í ána. Það kunni enginn þá sögu. Konuklöpp, já, nafni. Það þarf aðeins að grennslast fyrir þetta. Og þangað löppuðum við 4. Og hún var nú Hrísey, hún Friðfinna sem var með mér. Nú, hvurslags. Gift kona á Siglufirði. Og Sverrir held ég að heiti á 8. Já. Og þessi Borgfirðingur. Já. Og Jón Stefánsson. Og nú er keyrt alltaf aftekur í vaglaskó og þetta var sennilega átt að vera stutt ferð. En það tók nú tímann sinn. Þetta er Vaðlaheiðinn og allt, það er ekkert Víkurskarð. Nei, það var gamli heiðarvegurinn. Já. Og svo þurfti að labba alltaf skóginn
Og klukkan hefur sjálfsagt verið orðin 5 þegar við komum tilbaka. Já. En þá, er það of seint? Er þá... Nú, við sáumst ekki í hádegismat og við sáumst ekki í kaffi. Og hvar var fólkið? Hvar var fólkið? Og eins og venjulega, ég er kölluð fyrir daginn eftir. Já. Ég var með ljóðabókina Jóns frá Ljárskógum. Já. Syndir. Já. Gamlar syndir, þetta hún heiti. Gamlar syndir. Það er eitthvað. Og rafnar og háttastofugangur. Svona danglar hendinir á bókinu og segir já, gamlar syndir og nýjar. Ég heldur verði að koma niður og spjalla við mig, Áslaug mín. Já. Og það þýddi að fara niður á svona litla, það var ekki beint fín skrifstofa. Nei. En það var skoðunarherbergi. Já. Og röntgenkompan þar inna. Já. Og þarna fór hún viðtalið fram. Já. Og ég bara sagði eins og satt var. Að ég hefði vissi ekkert byrjunin á þessu. Ég hefði bara verið til í að fara með. Já. Já, og því báðu þér ekki leyfi. Leyfi? Hvernig átti það nú að fara fram? Þér hefur neitað. Já. Og við ekki farið neitt. Já. Og þá hló kallinn. Viðtalinu var lokið. Og einhver fyrirgefið. Já. Já, þetta er frábær saga. Og var hann ekki ánægður með að líta hríslurnar augum? Borgfirðingurinn? Já, og hann lifði af. Hann lifði af högninguna? Komst heim og stundaði sjóinn. Já. Dásamlegt að fá þig í þáttinn. Þetta er náttúrulega allt og stutt fyrir konur með allar þessar sögur. Ég þarf bara að fá þig aftur seinna í lengra viðtal. Takk kærlega fyrir komuna, Áslaug. Ætlarðu að kíkja eitthvað í Hrísey helgina? Já. Já. Á hátíðina? Við þurfum að skreppa jarðarförn og teitursinni mínir austur í Þorgeirskirkju. Já. Og svo ætlum við að ná heim fyrir kvöldið. Já. En þið kíkið eitthvað á dagskrána þarna. Já. Kærar þakkir fyrir komuna. Ekkert að þakka vinum.